Komið sæl og velkomin í eitt og annað. Við erum stödd á hringferð landið í 4 þáttum. Þetta sá 3. af 4 og við erum á Vesturlandi. Við ætlum að byrja í Hvalfjarðarsveit. Þar Melahverfið. Ég ekki viss að allir séu með á hreinu hvað það en við höfum öll keyrt þarna framhjá og við ætlum aðeins að forvitnast það hvað þar í boði. Já, það eru eflaust margir sem velta fyrir sér hvaða hverfið þetta sé hér fyrir ofan þegar þau keyra framhjá eins og úr Reykjavík í átt að Borgarnesi. Þá þetta á hægri hönd Melahverfi, svo kallað. Okkur lék forvitna að vita hverjir búa þarna og af hverju þetta hverfi staðsett þarna á miðjum Mel. Við skulum heyra í Lindu, sveitarstjóra Hvalfjarðarsveitar. Linda, ég að kíkja á þetta Melahverfi í Hvalfjarðarsveit. Mér langar svolítið að fræðast þetta hverfi hérna, stórmerkilega hverfi sem að margir sjá frá veginum, keyra framhjá. Hvað geturðu sagt mér hverfið? Þetta hverfi hérna sem að því miður og fáir vita að það byrjar að byggjast upp svona samhliða uppbyggingun á Grundartanga með tilkomu járnblendiverksmiðjunnar þar fyrir núna rúmum 40 árum. Og þá verður svona fyrsta uppbygging hér og svo verður svona önnur sprenging þegar Norðurál byrjar að byggjast upp 98 og þá verður til hérna önnur gata og leikskólinn hérna byggist upp samhliða þessu. Veistu, nú fannst fólki skrítið bara verið að byggja hús þarna miðjum Mel, eitthvað staðar lengst upp í sveit, veistu út af hverju þessi staður var valinn? Ég veit ekki nákvæmlega hver áttu þessa góðu hugmynd. Það hefur verið ábyggilega einhverju velkunni staðháttum af því það sem kemur manni mest á óvart þegar maður kemur inn í þetta fallega hverfi hversu veðursælt hérna. Og svo skemmir náttúrulega ekki fyrir að þetta ótrúlega miðsvæðis. Hér stutt vil ég segja í allar áttir. Við erum bara rétt rúmlega hálftíma á höfuðborgarsvæðið. Nú Akranes og Borgarnes bara rétt við hliðina á okkur. Og svo ertu með náttúruna allt í kring, ósnortna náttúru og þannig að já, ég held að þetta hafi verið vel valið á sínu tíma. Hverjir eru það sem að koma? Hverjir eru búin að fatta þetta hverfi? Já, það búa náttúrulega hér í dag 110 manns og fer fjölgandi. Þetta bæði fólk með tengingar í sveitinni en líka bara fólk sem með enga tengingar og bara að leita í rólegt umhverfi, barnvænt samfélag, komast aðeins út fyrir ís og þys. Hér erum við með leikskóla þar sem að börn eru tekin inn frá 1 árs aldri og svo grunnskólan okkar við Leirá. Það bara 5 mínútur að keyra þangað og þar líka íþróttamiðstöð með sundlaug og íþróttasal og nokkrum svona þrektækjum og svo eru hugmyndir hjá okkur að byggja nýtt íþróttahús. Og skólasamfélagið okkar ótrúlega gott. Þið eru eitt af ríkustu sveitarfélögum landsins, eiginlega bara kannski það ríkasta, ég veit ekki, það allavega mikil innkoma hérna. Hvernig að stýra svoleiðis sveitarfélagi? Já, það rétt. Við erum svona með þeim betur stæðu sveitarfélögum á landinu í dag og það náttúrulega bara ekkert nema forréttindi og skemmtilegt. Við erum að vinna með skattfé og okkur ber að fara vel með það en auðvitað alltaf skemmtilegt að þurfa ekki að vera að hugsa hverja einustu krónu og aura og geta gert vel í samfélaginu. Og mér langar kannski bara að nefna í því dæmi að í þessu hverfi verið að huga að því að gera opið svæði fyrir bara alla íbúa sveitarfélagsins. Svona grænt svæði, koma upp svona aðstöðu fyrir íbúa að hittast, setja hér mögulega svið og grillaðstöðu og svona leiksvæði fyrir alla aldurshópa. Þannig að svona íbúar eigi svona sælureit til að koma saman og gera sér góðan dag. Ekki rétt hjá mér að þið veitið meiri þjónustu gegn vægara gjaldi hérna? Jú, það rétt hjá þér. Hérna eins og ég hef kannski sagt áður, það vel haldið utan barnafjölskyldur og mikil og góð þjónusta en til dæmis eins og hér á leikskólanum að það gjaldfrjáls 5 klukkustunda vistun hjá okkur frá 9 til 2 alla daga og fæðiskostnaður kannski ekki jafn dýr og annars staðar og svo erum við með
góðan tómstundastyrk, svona tómstunda ávísanir eins og þekkjast í flestum sveitarfélögum. Hjá okkur það 60.000 krónur á ári og gilda alveg frá fæðingu að 18 ára aldri. Þannig að já, það reynt að hlúa vel að og hugsa okkar börn eins og hægt er. Ertu ekki trætt að verið sprenging eftir þetta viðtala? Þú verður búin að dreifa úr þér bara niður melinn og alveg bara upp allan Hvalfjörð? Já, við myndum bara fagna því og viljum fá hér sem flesta íbúa og ég kannski ekki gaman að segja með þetta hverfi, hérna Melahverfi, að hér sko á sveitarfélagi nægt landrými og það ekki búið að skipuleggja lóðir á því næstu því öllu. Á því sem nú þegar skipulagt einungis búið að byggja á þriðjungi, bara 1/3 sem þegar byggður. Þannig eins og segi, hérna, það nóg að lóðum í okkur og nóg pláss og allir velkomnir. Það bara ekkert að vanbúna. Nú bara að stíga skrefið og flytja í Hvalfjarðarsveitina þar sem að lífið svo sannarlega ljúft. Þá erum við komin í Borgarbyggð og við ætlum að hitta þær Önnu og Sigrúnu en þær eru hlaðvarpssnillingar. Þær eru með hlaðvörpin Þjóðlegir þræðir og Myrka Ísland. Við erum komin upp í Borgarfjörð, við ætlum að hitta þær stöllur Önnu og Sigrúnu, en þær eru einmitt konurnar á bakvið hlaðvarpsþættina Þjóðlegir þræðir og núna síðast Myrka Ísland. Við hlustum svolítið mikið á sögur og hlaðvörp, en okkur vantaði íslenskt hlaðvarp bara handverk og eitthvað skemmtilegt svona á okkar áhugasviði. Þetta Önnu hugmynd, sko. Já, þá sendi ég henni skilaboð og segi ég með hugmynd og þú ert með. Og svo hittumst við nokkrum dögum seinna og hún fékk hvað hugmyndin? Engu þetta ráðið. En það okkar svona sameiginlega eigum við þennan handverksáhuga. En svo Sigrún sagnfræðingur og svo gaman að tvinna þetta saman handverk í gamla tímanum. Við tölum líka rosa mikið. Já, og við ættum að vera í útvarpi. Enginn hefur boðið okkur verið í útvarpi. Þannig að við redduðum þessu bara. Já. Gerðum þetta bara sjálfur. Og hvað það sem þið tækið fyrir í þáttunum? Við tökum fyrir handverk í rauninni, við vorum að leggja áherslu á þess að væri vestlenskt. Það væri á Dölunum og Snæfellsnesi, Akranesi og væri svona öðruvísi svolítið. Við erum svona reynt að blanda, fara svolítið í, að því við erum svolítið gamaldags og það gaman að lesa það sem var gert í gamla daga og svo fara kannski í hvað verið að gera úr þessu í nútímanum. En hvernig viðtökur hafið þið fengið? Við höfum fengið mjög fína viðtökur. Það var alveg 2000 manns að hlusta í hverju viku. Já. Og það ótrúlega mikið að skrýtnu fólki að núti sem hefur gaman að skrýtnu hlutum. Og meiri segja fólk sem sagði bara, ég hef ekkert gaman að handverki, en mér finnst gaman að hlusta á okkur samt. Þannig það fannst mér svolítið skemmtilega. Við reyndum líka að tala um þetta eins og þetta væri ekki. Við upplýsingum upp á fólk sem hafði í raunin ekki gaman að því. Við matreitum þetta alveg. Já. 20 þættir liggja eftir og allir geta hlustað á inn og það það góða við svona hljóðvörp. Þau eru bara á netinu og öllum aðgengileg. Hvert framhaldið? Við náttúrulega gátum ekki hætt þarna, þannig að það var úr að Sigrún vildi gera svolítið fyrir hamfarir Sigrún svona hræðilegir atburðir og eitthvað svona viðbjóður, það heillar mig. Þannig að við héldum áfram með hlaðvarp, þetta konsept með að tala saman tvær og Sigrún að gera handrit á þáttum sem hamfaraþættir. Já, eða svona það heitir Myrka Ísland, það inni, kannski titillinn segir allt um það er bara svona, Íslandsagan bara full af hræðilegum hlutum. Það bara morð og draugar og álfar og eldgos og pestir og svona, þannig að það að nóg að taka, Við erum búin að gera 10 svoleiðis þætti og það er alveg stefnan að gera fleiri, það endalaust til, Hvernig fer upptaka á svona þáttum fram? Undirbúið ykkur eitthvað eða bara setjast þið niður og eru bara eins og þið eru venjulega tvær að tala saman? Þetta var náttúrulega alveg sitt hvor serían, í þjóðlegum þráðum. Það alltaf handrit, Já, í þjóðlegum þráðum þá fórum við í heimsókn til fólks og vorum með tækið á ferðinni. Já. En núna hittumst við hér og Sigrún búin að vinna heimavinnuna sína. 10 blaðsíðna handrit. Að minnstakosti. Og ég kem með prjónana algjörlega óundirbúin og helst ekki vera búin að fá að vita hvað við að tala um. Nei, hún þjónar hlutverki hins óupplýst, eða þú veist, að hún var svo óupplýst
Nei, þess að það hún viti ekki hvað hún bara með svona venjulega þekking á hlutuna, þannig að ef ég klikka á einhverjum upplýsingum, nei, þú veist, þú ert ekki búin að kynna þér máli, þannig að það rosalega gott að hún segi, býtu, hver þessi aðili? Þú ert að gleyma þú veist, gerðan þetta í alvörinni og ég bara já, þú veist, að því að það gott að hafa svona samtal, það fyrir utan það að vera skemmtilegra. Þetta byrjaði kannski á því að við fórum saman í prjónahátíð í Kaupmannahöfn og vorum svolítið erum að kenna dönum íslenska handverkshefð og að spinna ull og svona, þannig að við höfum verið að fara þangað með okkar viskubrunn. Já. Og sögur af hörmungum. Og sögur af hörmungum, já. Því að, þú veist, Danir eru mjög áhugasamir íslensku sauðkindina. Þessi markhópur sem kemur, þetta náttúrulega sérstakur hópur sem kemur á svona hátíðir, hann hefur áhuga á skrýtnu, þú veist, hann hefur áhuga á ull og hvernig, þú veist, ullarhárin eru samansett og eitthvað svona, þetta kannski ekki alveg það sem að almenningur hugsa Sko, annað náttúrulega, fljótandi dönskumælandi, sko. Og hún heldur, hálftíma fyrirlestur, alltaf, ég bara eitthvað svona sýningagripur, og spinna með við erum með glæru sjó og Segir já og brósir? Ég segi bara já og brósir, einmitt. Anna reytir þessi brandarana og bænda dönskunni sinni. Og þannig að þetta alveg svolítið kynning, sko. Fyrir íslenskan sauðfjárbúskap bara hreinlega. Já, þetta mjög skemmt. Já. Þættirnir eru í hljóðvarpi, nota það stundum, fyrir svona bara almenni, hvar þetta aðgengilegt? Hvar get ég nálgast þetta? Þjóðlegi þræðir eru á Kjarnanum sem eru með dálítið stórt hlaðvarp, eða Myrka Ísland það reynda líka og þetta á leiðinni inn á Storytel. Fyrsta serían af þjóðlegum þar inni. Já, og svo Myrka Ísland líka bara á Spotify. Mjög einfalt að bara leita að því. Og svo á kvikvi.is hægt að nálgast þættina og lokaþátturinn í seríunum hefur verið í mynd, af því við eigum líka lögmannlega draum að komast í sjónvarp. Greinilega. Við klipptum kanínu. Já, klipptum kanínu í beinni útsendingu, live á Facebook og vorum þannig að spjalla kanínu og angurfiðu og ræktun og ljúka seríunni og sittum þá í fjárhúsunum hjá Sigrúnu og í seríu 2 þá klipptum við ekki kanínu en við vorum að spinna ull af lamba. Þú prjónaðir beint úr Já, ég prjónaði beint úr reifinu. Og við vorum bara, ég man ekki hvað við vorum að tala bara, Nei, við getum alltaf að tala það. Þannig að það líka hægt að sjá okkur. Faster than you can say þjóðlegi þræðir. Kveðja að sinni. 1 klukkutími. 1 klukkutími og nóg. Bara takk í dag. Jæja, þá komið að auglýsingahlé hjá okkur. Ég ætla að rúlla upp á Snæfellsnes og þið kannski fá ykkur kaffi eða eitthvað. Velkomin aftur í eitt og annað. Við erum stödd á hringferð landið. Við erum núna á Vesturlandi, nánar tiltekið á Snæfellsnesi. Við ætlum að stoppa í Grundarfirði og nú eru góða fréttir fyrir umhverfisvæna vegna þess að við ætlum að heimsækja nytjamarkaðinn Endurvinnslan. Við erum komin hérna í samkomuhúsi í Grundarfirði. Hér fer fram markaður, endurvinnslumarkaður. Og Rut Rúnarsdóttir ætlar að segja okkur aðeins frá hugmyndinni og út á hvað hann gengur. Út á hvað gengur endurvinnslan markaður? Þetta bara, hvað ég var að segja, svona loppumarkaður, svona selja gamla hluti, selja bara hvað sem bara taka til í skúrnum eða húsinu sínu og bara, já. Þið ætlaðu að koma saman hérna nokkur og hafið samkomuhúsið til afnota og hafið opið helgina. Einhver skilyrði önnur? Þú veist, bara öllum frjálst að mæta? Það engin skilyrði? Nei. Við höfum reyndar kannski, þetta heitir Endurvinnslan. Ég ekki viss að segja einhver að koma hérna að selja, þú veist, einhverja glænýjar vörur úr einhverju verslun. Þú veist, þetta ekki svona pop-up markaður eða þannig. En við erum að reyna að hvað segir maður? Bara þú veist endurnýta það sem við eigum, selja áfram. Koma fötum aftur í umferð? Já, fötum og bara munum, húsmunum og svona. Hvernig þessi hugmynd tilkomin? Ætlaði ekki verið bara þannig að við vorum, þú veist, hver í sínu horni. Það var bílskúrsmarkaður og við vorum eitthvað að selja föt eitthvað hér og þar og það var svona skiptifatamarkaður einhvern tímann. Já, það var bara svona hver í sínu horni að reyna að gera eitthvað smátteri og svo erum við líka með sölusíða Grundarfjarðar og það mikið að gera þar og bæjarstjórinn kom eiginlega með hugmyndina að reyna að vera með eitthvað
reglulega í samkomuhúsinu. Já, og þið hefur nefnilega haldið þetta nokkur sinnum? Já, við erum búin að halda einu sinni í vor. Og svo ætlum við að reyna kannski að hafa þetta svona 2 mánaða fresti. Já. Finnst þið vera vitundavakning á meðal fólks að reyna að fullnýta vörur og hluti? Já, algjörlega. Er þetta bóla? Er þetta bara tíska núna? Ég vona ekki. Nei, ég held ekki. Hefur þetta ekki alltaf verið, þú veist, það hefur alltaf verið stemning fyrir einhverjum svona bílskúrssölum og garðsölum og eitthvað. Þannig, nei, þetta er alveg komið til að vera áfram. Hvernig verðileggið vörurnar? Hvernig veistu hvað átt að setja einhverja peysa og skó og... Ég held að það sé bara rosalega mismunandi hvað fólk er að gera. Ég myndi aldrei selja neitt fyrir meira en helming af því sem ég keypti þá. En bara... Þið voru svona upp úr þeim bara eitthvað? Nei, sko, þú veist, ég meina... Já, ég myndi nú ekki. Nei, þú veist, ég meina, höfum við bara glænýja skó sem ég var ekkert rosalega dugleg að nota. Þannig ég set bara 50 á það, eða þú veist, af því sem ég keypti þá. Já, þannig að nýr hlutur sem þú kaupir, þú slær helming af því þegar þú ert að endurselja, þó sért ekki búin að nota hann jafnvel. Já, algjörlega. Já, algjörlega. En svo finnst mér allavega persónulega eins og með barnaföt og svona, hafi þetta bara nógu ódýrt og bara þannig að þetta rúli áfram. Allir geti, þú veist, haldið áfram að endurnýta fötin og... Já. Nú er líka einn sem ætlar að gefa hreinlega mikið af sínu sem hún kemur með. Þá er hún bara að hugsa að koma svo aftur í umferð. Já, og við höfum bæði verið með bara bása það sem fólk er að gefa eða verið með sérstakt borð. Þú veist, við erum komið með borð sem við ætlum að setja bara gjafa, við erum með gjafaborð, þar sem hver og einn getur bara tekið það sem hún líst á. Og það er líka bara algjör snilld, sko. Mér finnst til dæmis eins og með barnaföt og svona. Þú veist, það er kannski komið gat eða eitthvað blettur sem ég nefndi ekkert eitthvað að reyna við, sko. En þú veist, það er alveg hægt að nota þetta í eitthvað svona drullumall og dótari, sko. Það þarf ekkert að henda, þú veist, einhvern kann kannski að setja bót á buxur. Þá komið að síðasta stoppinu í þessum þætti á Vesturlandinu. Við ætlum að fara heim í Búðardal, segir maður það ekki. En þar ætlum við að heimsækja Leifsbúð og fá aðeins að heyra Vínlandssetrið. Við erum hérna fyrir framan Leifsbúð. Hér eru 2 hjón úr Búðardal að fara á stað með Vínlandssetur. Annars vegar hjónin sem reka Eiríksstaði og hins vegar hjónin sem reka Dalakot. Þau ætla að fara að byggja upp ansi skemmtilegt verkefni sem við ætlum að fá smá innsýn í. Bjarnheiður, við erum hérna í þessu stórmerkilega húsi sem nú fær heitið Vínlandssetur. Viltu segja mér aðeins frá því verkefni? Já, Vínlandssetur er sögusýning, getum við sagt. Þannig var að Kjartan Ragnarsson var með hugmynd að sýningu í kollinum. Ég held að hann fái svona hugmynd að einni sýningu á ári eða svo. En og hafði samband við sveitarstjórnina fyrir nokkrum árum síðan og vildi endilega koma í samstarf. Svo í samræðum þeirra á milli þá komast við að þeirri niðurstöðu. Það væri náttúrulega áhugaverðast að gera einhvers konar landafundarsýningu hér. Héðan er farið til Grænlands og síðan til Ameríku. Þetta er sýning sem er hún er svolítið leikhúsleg, getur við sagt. Þetta er svona drama og uppstilltar senur úr sögunni, hljóðleiðsögn og hljóðeffektar og svo framvegis. Þannig að þetta er svolítið, þú gengur svona hálfgert völundarhús og sérð senur úr Eiríkssögu rauða og Grænlendingasögu og í raun og veru lærir þessa landafundarsögu Íslendinga aðeins hvað hefur verið rannsakað, fornleifa uppgrefti og svo framvegis og síðan söguþráðinn og mannvígin og fyrsta barnið, evrópska barnið sem fæðist í Ameríku og svo framvegis. Þannig að þú ferðir raun og veru gegnum þessar 2 Íslendingasögur. En þetta er hugsað í raun og veru sem systursýning Landnámssetursins. Þannig að svolítið svona sama hugsun á bakvið. Og svo hugsaum við líka okkur að tengja þessa sýningu síðan við Eiríksstaði inn í Haukadal sem er bara korter í burtu frá okkur. Þar getur við síðan
farið í raun og veru inn í torfkofan og þú veist, fundið lyktina og máta rúmið hans Eiríksrauða og þú veist, þannig þá það enn annar vinkill á þessari upplifun, sko. Er ekki alveg nauðsynlegt að þegar að vera að leita að húsnæði undir svona sýningu, að sé einmitt þetta brak í gólfum og þetta gamla útlit hérna? Jú, það verður alveg örugglega notað út í ystu æsar, sko. Og svona, sko, af því að þetta í raun og veru eins og völundarhús og þá eru öll þessi skemmtilegu form hérna undir súð líka svolítið hluti af karakternum. Þú ert svona svolítið að fara inn í einhvern svona heim og þetta verður ekki dagsbirta hérna, þetta verður svona svolítið drama. Já. Það er opaslegur uppgangur í að miðla sögu Dalamanna. Þeir eru rík af sauðfé vissulega og mörgu öðru kannski, en sérstaklega af sögu. Já, akkurat. Það er svolítið magnað og kannski skort tækifæra á að miðla þessum sögum almennilega til gesta. Já, akkurat. Og Vínlandssetrið búið að vera þarna, eins og segi, nokkur ári í bígerð og við trúum því að þetta verði svona stór segull sem næri að draga fólk til okkar til þess að upplifa söguna en við erum vissulega sko rík af sögu og við erum náttúrulega líka rík af sko sögum konur ef við snúum því þannig því að Auður djúpúðga þetta kom hérna fyrst kvenna og hérna nam Dalina. Í kjölfarið á henni og svo þetta Guðrún Ósvífursdóttir sem líka í Laxdælu sem náttúrulega mikill skörungur líka og í kjölfarið á henni síðan Guðríður Þorbjarnardóttir sem í raun og veru má segja aðal sögupersonan í Eiríkssögu rauða. Vegna þess að þegar þú lest söguna þá áttar þið á því að sagan af Eiríki frekar endasleppt. Hann bara fer til Grænlands. Það er eitthvað pínulítið sagt frá því í Grænlendingasögu hann sneri á sér fótinn og fór þess vegna ekki til Ameríku, síðan bara ekkert meir. Leifur, hann fann Ameríku, síðan ekkert meir. Það er ekki sagt frá því til dæmis þegar hann fór og var að vinna með Ólafi Noregskonungi að því að kristna Íslendinga. En sagan hennar Guðríðar Þorbjarnardóttir, hún sögð alveg frá A til Ö í Eiríkssögu rauða og Grænlendingasögu og þú færð alveg að vita frá því að hún bara barn og hennar fólk og alveg þangað til hún sem gömul kona sest að í Skagafirði. Þannig að kannski ætti þetta ekkert að heita Eiríkssögu rauða þegar upp er staðið. En nú gátum við ekki beðið og þurftum að koma að heimsækja ykkur hérna áður en þetta tilbúið. Já, akkurat. Hvenær búist þið við að geta opnað? Sýningin á að vera tilbúin mánaðamótin júní-júlí og formleg opni verður hérna 5. júlí. Þá er ferðin okkar Vesturlandi lokið. Við höldum áfram á Norðurland og ljúkum hringnum þar í næstu viku. Endilega verið með okkur á miðvikudaginn klukkan 8 á N4. Verið sæl.